Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá komin tími að því að horfa til Kína og hann hingað komin Ragnar Baldursson sem doktor í stjórnmálafræði og búið í Kína og sérfræðingur kínversk málefni. Við höfum hérna undanfarið rætt Kína og haft svona ólíkan útgangspunkt og samtalið þróast út í það að þú varst að segja mér að svona menning Kína, þessi forna menning, þetta hérna eina stórveldi fornaldar sem enn til, að það skiptir máli kannski miklu meira heldur en svona hugmyndastraumar seinni tíma í það hvernig Kína stjórnað, hvaða væntingar almenningur hefur til stjórnvalda og hvernig Kína metur stöðu sína í heiminum og þess vegna fórum við í tveimur þáttum aðeins yfir taoismann, hvaða áhrif hann hefði á Kína og sömuleiðis varstu líka að segja mér bara sögu Kína í gegnum það. En núna ætlum við að taka annan svona upphafspunkt sem Konfúsíus. Já. Og það getur engin skil í Kína ef hann skilur ekki Konfúsíus. Já, og þetta dálítið erfitt mál. Þetta svolítið eins og hænan og eggin, sko. Þannig að Konfúsíus, fræði Konfúsíusar eru það svona flókin fyrir vestræna hugsun að flesti bara gefast upp og þetta svona þurrt. Þetta svona, þetta svo að segja að þú að lesa biblíuna til þess að skoða, skilja vestræna menningu sem nú sjálfsagt líka rétt. Sumir hafa gefist upp á Nýja testamentinu þegar byrjar ættatalan? Já, og eða þegar það verið að tala meifæðinguna eða eitthvað svoleiðis. Nei, það það sem eiginlega sérkennilegast við Kína af öllum þessum samfélögum sem við höfum kynst í sögunni að þar var tekin ákvörðun að það var ríkisheimspeki fyrir 2000 árum og það hefði verið sem sagt, Kína hefði verið sameinað 200 árum fyrir Kristburð 200 árum eftir það að þá voruð búin að prófa hitt og þetta prófa buddhisma pínlítið og Lao Tse reyndar, hann það óljós að hann eiginlega meira svona afstæð til lífsins og afstæð til þróunar og veruleikans og svo nokkuð mjög góð gullkorn um það hvernig að stjórna ríki eins og til dæmis eins og að steikja fisk snúa honum rólega og hægt við og ekkert vera með neina læti. En of opinn til túlkunar kannski? Já, og það gekk ekki og þá ákveðar að taka Konfúsíus, speki Konfúsíusar og Menciusar. Og kínversku þetta stefna Konfúsíusar og Menciusar eða vegur Konfúsíusar og Menciusar. Kumong Zhu Dao. Það það sem var tekið upp sem ríkisspeki. Og þú segir þeir ákvæðu, hver eru þessi þeir sem ákvæðu? Já, það nefnilega málið. Það var sá sem var keisari, Hao Di, en hann var náttúrulega keisari og hafði mörg að snúast og var í því að friða ættbálkana og þjóðir þarna fyrir norðan Kína og koma á friði og sameina ríkið og stækka það og byggja kínverska múrinn, tengja hann og efla varnir ríkisins þannig að enginn dyrðist að ráðast á það. Og hann hafði náttúrulega ekki mikið tíma til þess að vera að velta fyrir sér einhverjum heimspeki eða hugleiðingum einhverja löngu dauðra heimspekinga. Konfúsíus var hafði látist þá fyrir 400 árum áður. Þannig að þetta var ekki eins og einhver nútíma heimspeki sem var gerða speki kínverjaveldis. Þetta rétt upp úr Kristburð. Og Konfúsíus var á lífi 400 árum áður. En leiði ekki tíminn hægar þarna í gamla daga? Þannig að það var kannski ekki svo mikil breyting á samfélaginu á þessu 400 árum eða hvað? Já og nei, eins og allt í Kína. Það líður miklu hrað núna í dag þegar við erum konum með gervigreind til þess að hjálpa okkur að flýta okkur. Þá náttúrulega líður tíminn alveg rosalega eftir upphaf innvæðingarinnar og
nútíma sko, þá hérna hefur hraðinn aukist þannig að við sjáum valdirnar hverfa framhjá okkur á hraða bara á nokkur ára fresti sko, rauninni það sem gerist áður. En speki Konfúsíusar og Menciusar, hún var í fullu gildi og var hluti af sko menningunni og embættismennir sem voru til þess að reka ríkið, hvar sem það er, þá þarf þetta embættismenn. Og þeir eru umlega sem reka ríkið, nema náttúrulega í Bandaríkjunum nútímans þar sem er búið að henda þeim út og það eru hérna amatörar og faglærðir sem hafa tekið að sér að stjórna Bandaríkjunum og getur fylgst með því næstu 2-3 ári hvernig það gengur. En spekið er sett mentamennendur og embættismennendur í Kína, þeir voru lærðir í taoisma en þó meira í konfúsískum fræðum og það er ekki bara Konfúsíus og Kínverjar kalla það ekki konfúsísma, þeir tala fræðimenn eða fræðimennastefnu og ákvörðun þetta var sem tillaga frá embættismönnum sem höfðu lesið sér til fornfræði kínverska og voru hérna lögðu til að taka speki Konfúsíusar og Menciusar sem stjórnspeki og ríkisheimspeki kínverska ríkisins. Og við tölum kristnina sem 2000 ára gamla speki en í rauninni það var ekki fyrir 1000 árum eða svo að það var opinber heimspeki í Rómaríki. Og réttrúmum og það leiti sem raunverulega Vestrómska ríki byrjar að hrynja þá var þetta tilraun til að rétta það upp. Þannig að okkar hefð fyrir kristninni er ekki nema rétt 1000 ára gömul sem er okkur hér á Íslandi þá vorum við með ríkistrúna sem er kristinn. En í upphæfið þá voru menn ekki læsir flestir á þetta, þá voru prestar sem túlkuðu þetta. Þannig var það líka í Kína, almenningu var kannski ekki læsir, voru það fræðimennir sem túlkuðu það. Og þeir stjórnuðu ríkinu. Það er eins og við hefum látið prestana stjórna ríkinu á Vesturlöndum. Og það var gert meira, það var líka taoisma var tekin upp sem líka ríkisheimspeki en hún var meira áherslan var á að reka á sér landbúnaðinn og hérna mannleg samskipti og svo eru þarna yin og yang bókbreytingana sem fjallar breytingar ástíðana og setjum þessa hringrás sem þú hefur í hverju ástíð en svo ertu með fleiri ástíðir saman að þá eru breytingar á loftslagi og svo framvegis að þeirri meðvitund kemur og þetta er sett inn í ríkisheimspekina, ríkishugsununa. Og það er ákveðið að þetta sé heimsmyndin okkar og þetta er svona hugmyndakerfið sem við munum byggja á samfélag okkar, svona svipað og þegar menn ákveða að taka upp kristni eða trúarbrögð, en þetta er ekki trúarbrögð. Nei, þetta er ekki trúarbrögð og lítur á, það var eftir skilgreiningun á trúarbrögðum, það er ekki Guð í þessu og það eru kannski einhverjir andar eða álfar eða eldúsálfur eða eitthvað svoleiðis í þessu, en það er ekki hluti af heimspekinni, það er bara hjátrú, við kallum það hjátrú en ekki verið að tala það sem svona alþýðutrú og hún hefur alltaf verið til þannig að það er ekki rétt að Svipaður Íslendingar tóku upp kristni að það mátti halda eitthvað af fornum sið með var ekki verið að agnúast út í það svona til að byrja með það er innbyggt inn í þetta, það er ekki agnast. Má ég skjóta inn einnig svona auka því að þú sagðir þarna að þeir reyndu búddisma en það ekki, getur þú sagt þá svo aðeins hérna betur? Ég verðar að viðurkenna, ég hef nú ekki lesið mikið það en það var sko, ef þú hugsaður grunnhugmyndina í búddisma þá er það að tilveran er þjáning hún er óraunveruleg þú sérð ekki veruleikan eins og hann raunverulega er og lykillinn að uppljómun er að skilja það að allt í heiminum er raunverulega hljóm og tilgangslaust og
og að skilja tilgangsleysi tilverunar eiginlega og tómið í tóminu, allt sé ekkert. Og getur eitt ímyndaður að þú reynir að biðja íslenskar forsætisráðherra að stjórna ríkinu samkvæmt þeirri hugmyndafræði. Það gekk ekki. Það segir fólki kannski að hegða sig vel og svoleiðis, en þú getur ekki tekið ákvarðanir ef þú ert sannfærður það skiptir ekki máli hver ákvarðunin þetta sé allt saman tómt della hvort þið það er ekki. Martin Luther, hann sagði einu sinni að í kristinni það veri tvískipt, það veri annars vegar lögmálið sem er í Gamla testamentinu og svo fagnaðarerindið sem er í Nýja testamentinu. Og það er okkur nauðsynlegt til þess að geta að lifa sem manneskjur með taka fagnaðarerindinu, en við ráðum það náttúrulega ekki sem lögreglustjóra, sagði hann. Þar notum við lögmálið. Það er það sem við erum að upplifa núna í Palestínu. En ég ætla ekki að fara ræð út í það, en það er eitt af eina af ástæðanum að gengur með konfúsísma er að hann frá upphafi þá var alltaf lagt áherslu á að læra. Þess að þekkingin er ekki stöðu, hún er ekki fólkin í því að vera alltaf að jagast á því að einhverju einstökum staðreyndum, skilningur okkur á þessum staðreyndum, hún breytist og við lærum það með því að beita skilningnum. Og fyrsta setningin í bók Konfúsíusar, sem ég kalla í minni þýðingu speki Konfúsíusar, að það er eftir Konfúsíus og all bókin er enda þetta tilvitnanir sem lærisveinar hann skrifa í Konfúsíus. Meistarinn sagði, er ekki ánægjulegt að læra og rifja upp endrum og eins. Þetta er skrifað náttúrulega á kínversku og þessi einfalda þýðing að rifja upp, það þýðir ekki að rifja upp orðrétt, hvað ást að læra. Það er að meðtaka eitthvað, að læra, að skilja eitthvað og síðan að rifjað upp þegar það á við og í framkvæmd með að beita því og endurskoða skilning okkar. Það er það sem þýðir að beita því endur og eins. Þannig að það felst í, þetta er þekkingafræðilegt hugtak og þetta er fyrsta setningin og þetta er grunnhugmynd í kínverskri stjórnmálafræði eða stjórnmálahugsun að þú lærir á reynslunni og þú beitir því sem þú hefur lært til þess að þróa það áfram. Og síðan er það tilvísi hvernig stjórnvaldið í að hegða sér. Það kemur næsta kafla eftir það, fyrsta setningin í næsta kafla, öðrum kafla. Þá segir Konfúsíus, stjórn í krafti dygða má líkja við pólstjörnuna sem situr staðföst í sæti sínu umkringt stjarnafjöld. Það er ekki læti í stjórnarherranum. Hann stjórnar í krafti dygða í því að gera hlutina, hegða sér með réttum hætti og með þar lendi leiðsögn fyrir aðra. Já, og það er ákveðin tenging þannig að við táismann, því að táisminn tala ekki um dygðir, að þá er hann að tala um það að þú ert ekki að reyna að fá hlutina til þess að gera eitthvað sem er óeðlilegt eða fá vatni til að streyma upp í móti. Og getum litið á, mér finnst þetta, þessar setningar eru fullu gildi í dag og mætti hafa til þess agna við stjórn ríkja á Vesturlöndum. En er þetta í fullu gildi meðal inn í kínverskri stjórnsýslu? Það er nefnilega fullu gildi þar. Og það er beinlínis þannig að leiðtogar Kínverja, þeir hafa aldrei verið samfærður það að þeir hefðu að skilningur þeirra á veruleikanum eða á staðreyndum að það sé endanlegur. Það er svolítið erfitt fyrir okkur Vesturlanda að búa að þegar við uppgötum það einhver stjórnmálamaður hefur rangt fyrir sér, þá þurfum við endilega útrópan fyrir það að hafa gert mistök og bara sparkunum raunverulega út í buskan og viljum ekki sjá þennan mann sem gerði þessi mistök aftur. En fólk lærir á mistökum og þá er kannski vegna þess að gerði mistök og þá er kannski meira fer náttúrulega eftir eðli mistakana en þá er hann kannski nýtsamari sem stjórnmálamaður. En svo hugmynd er til í okkar samfélagi að við erum öll breysk og við gerum öll mistök. Já. Og þess vegna að gera þá kröfu á mann að hann geri aldrei mistök, að það er
Það meikar eitthvað sens, eins og sagt. Þetta birtist ekki mjög vel í kostningum. Nei. Þannig að það er það sem ég er að tala um. Það í kostningu þá notum við lögmálið og refsum. Já. Og það er og hérna það er ýmsar tilvitstanir í bókinu, í þessari bók sem Kínverjar hafa lesið í 2000 ár og það var skylda til þess að getur orðið embættismaður að þú væri mjög vel að þér í þessum gamlu konfúsísku bókum, ekki bara þessari heldur líka í hérna öðrum ritum eins og bókbreytingana og hérna hvað var það stór hluta náminu? Hérna var lengi vel, líklega miklu minna núna en áður að fólk sem fór í háskólanum tók fíluna eins og sagt var. Það sem var svona skyldu áfangi í svona grískri heimspeki. Já, ætti að vera enn. Ég tók þetta líka þegar ég var að læra kennslufræðinni í Háskóla Íslands en það ætti að vera en ég veit ekki hvort það er búið að fella niður. Það er ekki við í orðum í fáum greinum það sem þetta skyldi það. Já, það fer eftir hvað þú kennir í þessu. Það var ekkert svo veigamikil þáttur segjum að þú hefði farið í gegnum þetta að læra, ég veit ekki, verkfræði eða eitthvað. Það var ekkert svo veigamikil þáttur í náminu, en er þetta veigamikil þáttur í þeim sem er að mennta sig til einhverjum stjórnsýslufræðum og öðru slíku? Já, það er, það sem menn er að læra er siðgæði og siðferði og það er ekki sögum bækur í dag, þetta eru bækur sem, þetta eru kannski ritgerðir að ræður Xi Jinping sem eru sögum embættismenn verða að læra, en það eru embættispróf og það hafi verið embættispróf í Kína í 2000 ár. Og eins og frægt að mörgum sögum úr á Kína fátæki drengurinn reynir að þreyta prófið og ættin býður spennt eftir það eru mörgum sögur þetta. Já, það er ekki bara ættin, það er allt þorpið og hérna og í kínverska samfélagi það var þannig að og í dag að það er stjættarlegur hreyfanleiki. Það er að segja æðsta stjættin eru embættismenn. Það eru fræðimenn, þeir sem eru lærðir til að stjórna og þeir treyst fyrir að stjórna og það sem það var lært eru dygðir. Því að táknið fyrir að læra er að kenna, djá, að það er á vinstri hluta þess að það eru dygðir og að hægri hlutanum að þá eru menntir, málaralist og annað og ég hef nefnt þetta áður í þessum þáttum. Og þetta er það sem þeir eru að læra, þannig að þeir sem eru búin að læra og eitt lífun í það að tileinka sér góða dygðir og góða siði hafa rækta með sér dygðir eins og traust og hegðun og vera skilningsríkir og vita hvað er réttmætt og það getur verið breytilegt þetta er mismunandi kringumstæðum, hver er hluta máli og svo framvegis og hafa nægilega visku til þess að leiðbeina öðrum. Þetta eru grundiðnar í kínverskri heimspeki og kínverskri bara í Kína í dag, þetta eru þessar dygðir, að þeir eru þeir sem fara með stjórnina. Og þannig þetta er svona klerkaveldi fræðimanna. Já, klerkaveldi það er ekki klerkar, þetta er fræðimannaveldi. Já, setur fræðimannaveldi. Já, og það er sem sagt það er kannski einn mikilvægasti liðurinn í styrk Kínverja er að þeir eru meritokrasi. Þeir eru þeir sem hafa sannað sig sem góðir stjórnendur, þeir fá að stjórna. Það er ekki þeir sem segja ég kann að stjórna. Þeir kann á ekki langt í lífinu. Konfúsíus var einu sem spurður það hvort að leiðin til að stjórna væri ekki að taka þá sem hafa gert sér seka glæpir og glæpir voru vondir menn, drepa þá og upphefja þá sem eru dygðugir og hafa hegðað sér vel og eru friðsamir. Og hann svarar að það sé nú ekki góð aðferð. Frekar að hérna hegða sér vel. Stjórnandinn hegða sér vel. Stjórnandinn er dygðugur og þá er það eins og þegar vindurinn blæs yfir kornakur að öxin þau sveigjast með. Að þá mun almenningur vera dygðugur. Þetta er svolítið einfaldisleg hugmynd. Þetta er svolítið Bastian Bæjarfógiti.
Já, þetta akkurat þannig hugmynd. En þetta er grunnhugmynd sem það segja, ef það mikið glæpi og ef það óöld og það eru rán og... Þá vantar leiðsögn. Já, þá vantar leiðsögn og þá ríkið að brotna niður. Þá er hérna bæði dyggð fordæmi ríkisins og yfirleitt bara kerfið að brotna upp. Gæti verið þannig að við erum svona hópur og ef við vitum ekki hvert við erum að fara, að þá hætt við að við förum að slást innbyrðis, gæti ykkur sagt. Já, en það á þetta við það, að ef að hérna, hópurinn sem þá þjóðin eða almenningur í þessu landi upplifir ekki að við séum í sameiningu að fara í rétta átt, að þá hætt við að verði meira glæpi og tilgangsleysis hugsun og firringu og þarfandi gott. Ég myndi gefa bara af fyrir fyrstu leksíuna í kommunisma. Það geta orðið kannski póstustjóri á Bolungarvík. Já, ég veit það nú ekki, þú meiri reynslu það. En Konfúsíus sem segir á fyrsta kaflanum, hann segir líka 15 ára, einsetti ég mér að læra, 30 stóð ég á eigin fótum og það þýðir hann var þá sjálfstæður eða hafði skoðanir. Skoðanir voru náttúrulega allavega eins og við munum frá okkar eigin æsku, við erum nú ekki kannski mjög vitri þegar við varum 30. 40 var ég laus við brengl að vera ruglaður og 50 þá skildi ég ásköpuð örlög, ég skildi hvað var hægt og hvað var ekki hægt. 60 fylgdist ég með öllu sem sagt var og greindi satt frá lognu, þar að segja þá geti ég greint hvað var bara fáránlegt og hvað þarna voru menn bara að segja eitthvað sem þeir vildu vera að hafa áhrifum á aðra. Síðan í hérna 60 þá 70 þá gerði ég það sem hugurinn gintist á þess að fara yfir strikir. Þess að hegða hann sér bara vel á þess að það fór ekki eldast konur eða hérna láta hormónuna rugla sér sko eða fylgja einhverjum stórkostum leiðtogum, hann bara gerði þetta og þetta er svona var hans þetta var notað sér leiðsögn hvernig mann saman sé. Þetta minnir á hérna, þætti úr vestræni hugsun eins og hjá Jung held ég, hann tekur þetta þannig, hann skiptir ævinni í fennt, þannig að þú ert í æskunni til 21 árs minni menn hafi sagt, síðan koma ungmandsárin, það sem að í æskunni eftir náttúrulega bara að gleypa í þig heiminn að bara koma hingað inn. Ungmandsárin sem eru frá 21 til 42, þá ertu svona að olboga þig áfram að búa til rými og þá hérna ertu svolítið svona kvatvís og fleira. Síðan koma manndómsárin, þar sem þú hefur reynsluna sem þú er búin að gilla, þar sem að þú ferð að gera hluti sem að ekki, þú lærir að róa ekki alltaf upp á móti straumnum, heldur að leita að finna verk sem að þú vilt gera en mögulegt að gera. Og svo 63 þá verður þú væsold menn. Þetta er eiginlega nákvæmlega sami stíginn sem þú varst að lýsa eins og Jung, kannski hefur Jung tekið þetta frá. Já, hann fór nú ekki til Kína en sko, Jesúítar voru mjög duglega við að kynna þessi fræði og það er engin vafa á því að þetta er beint. En sko, ástæð fyrir því að menn eru endurtakar, þetta nokkuð rétt, sko, þetta er svona sem þetta gengur fyrir sig. En galdurinn við þetta í rauninni, að segja að þú byrja 15 ára að læra, hann raunverulega byrja við að læra strax og við fæðumst. Við lærum á foreldurum okkur og að hegðum okkur svo foreldurnir og svo það verið rannsóknir aðtöða hvort að börn séu hjálpsum í eðli sínu eða hvort að þau séu freki í eðli sínu og þeir hafa nú ekki held að niðurstöðun hafa nú ekki verið alveg afgerandi en það var fylgst með börnum í leikskóla eða barnaheimili og þá kemur í ljós að sum börn eru mjög hjálpsum og önnur eru dálítið frek en þá er spurningin, er þetta eitthvað sem þau erðu frá foreldrunum sínum þar að segja eitthvað sem þau sáu á heimilinu eða er þetta eitthvað sem er í heilanum og ég velti þessu mjög mikið fyrir mér og líka því sko þessi áhersla Kínverja á að kenna og að læra sjálf sér er þetta ekki annað en við kannum tala um heilaþvott hvað gerur í skóla, þú ert að læra að vera góður og ef það er margir á móti því að vera að setja unglinga til ferminga, ég er ekki á móti því, mér finnst það bara nokkuð gott en þeir sem hafa verið á móti því að þeir hafa þó allavega haft skensemi því að þá farið þeir í borgaralega fermingu og læri siðfræði hvernig þetta hefðar vel og það fer náttúrulega eftir hvað prestarnir eru að segja börnunum í hérna við þeir eru að læra til
til að fermast. Ef þið leggja áherslu á kærleiksboðskapinn og það mikilvægi þess að vera góður og hlýðinn og hérna vinna vel vinnun sína og vera íðjusamur og svo framins. Og svona það mjög gott. Ekki vera alltaf sjálfan sig. Og þetta var að byrja alveg frá barnæsku halda áfram. Þetta er ekki það sama og að heilaþoman vegna sem er hérna ég held að eitthvað hugmynd sem kom upp úr Víetnamstríðinu að það kom í ljós að ef þú braustnið einhvern einstakling alveg niður og byggir hann upp aftur. Bandaríska leyniþjónustan var heltekin af því að það væri hægt að stjórna hópu fólks með svona heilaþotti. Já, hann er bara rétt og þeir hafa gert þetta nokkuð vel. En það sem Þú ert að tala um svona hugsana þrifnað eða snyrtimennsku, frekar heilaþvott. Þetta er að læra, sko. Þú lærir, alltaf þurft að læra, þú ert að breyta sjálfur þér og ég hef lesið, ég lesi óhefð mikið af líka bókum sálafræði og hérna velta þessi spurningu fyrir mér, er maðurinn góður eða lífsinu, er það lært, sko. Niðurstaðan er eiginlega þannig að heilinn í manninum að hann er breytanlegur og við breytum honum sjálf, getur breytt okkur sjálf, getur ákveðið að breyta okkur, alkohólisinn getur ákveðið að hann ætlar að hætta að drekka og við erum bara hjálpa honum að taka það ákvörðun og við getum ákveðið að vera góð. Ef hann hefur fúsleikan til að breytast, svo það sé sagt. En mest er það þannig að við verðum fyrir áhrifum af foreldrum okkar og af umhverfinu, af samfélagum sem við erum í. Og núna, að vegna þess að það talið að kannski ung börn eigi að hafa frelsi til að ákvaða hvað þau læra á netinu, þá ætla ég að byrja Guð að forða mig frá því vegna þess að þá erum við að gefa upp áskrift á það að börnin fái að spilla börnunum með því að velja sjálf hvað þau eru að skoða þetta. Það er gott og gilt. Já, við erum bara, barnabækur eru barnabækur vegna þess að þær eru að kenna börnum gott. Það eru mjög góðar barnabækur og eru gefnar út á Íslandi og annars þar í heiminum. Skulum vonaði alltaf áram að lesa það. Og það sama gildi líka fyrir öll þessi teiknimyndir. Ekki vera endalaust að segja láta börnin horfa á Tom og Jenna nema Tom og Jenny séu bestu vinir frá upphafi. En að vera eldast við á endalaust og annar er alltaf að vinna sigur og hinn er alltaf að verður báðir í ósigri. Það er ekki mikil, það er kennsli þessu. Það er verið að kenna börnum. Það halda fram að þessi frjálst val, það er ekki rétt. Það er ekki verið að kenna fræði Konfúsíusar. Nei, og það er svolítið erfitt að gera það, en það er hægt að kenna börnum og unglingum að hegða sig vel og það er auðvitað það sem skólakerfin er ætlað að gera eftir að báðu foreldrar fóru að vinna úti og sjá börnin gerða lítið og þá kenna þær heyra það ef barnið hefða sér illa, þá er kennanum að kenna. Má ég spyrja eina því að þú svolítið að tala nútíman á Vesturlöndum. Þegar að þú horfir á Vesturlönd frá Kína, það sem er mikið lagt upp úr því að það séu þeir sem að stýra samfélaginu að þeir byggi á góðum gildum og góðri svona þekkingu á manninum, ekki endilega mannlegu eðli, heldur svona menningunni, að finnst þér eins og að nú er náttúrulega kristni hefur ekki sama stöðu og hafið áður hérna í samfélaginu og sömuleyti erum við trúlaust samfélag. Ég meina það eru svona MBA fólk svona sem er að taka ákvarðanir fyrir okkur og svona og það er ekki mikil svona, það er ekki viskukensla, það er bara svona stjórnenda kennsla svolítið grimm. Finnst þér eins og að svona okkur vanti svona kjöl svipað og kynverjarnir hafi í samfélaginu? Þetta er ágætis súmering á því sem ég hefur að segja. Hvernig getum við til þegar að heilin er og það er allar niðurstöðan nútíma rannsókna á heilanum og mannlega heilanum er að breyta heilanum og við gerum það sjálf. Það er gert í skólanum, það er gert í umhverfinu, það er gert í fjölmiðlum, það er gert í því sem við lesum og ef það eru bara stuttar upprópanir á félagsmiðlum að þá eru raunverulega einfalda hugsununa. Við erum ekki að hugsa nægilega djúpt og nægilega skýrt. En það er hægt að kenna fólki það og við eigum auðvitað að halda áfram að gera það. Og þetta er mjög meðvitað í Kína og það er líka á Þannig stýnum við menningunni. Já, og á Norðurlöndunum er það líka, sér það hjá kennurum í
kennarastéttinni, að þeir auðvitað hafa lært þessi fræði og þeir reyna það sem geta. Það er erfitt þegar samfélagið snýst kannski gegn þeim og frétta umhverfið er svo við sjáum af því sem gerast í Palestínu eða Úkraínu eða hvað sem í heiminum að hérna og hérna hver sterkastur hann fara að ráða og svo framvegis, það ekki beinlínis þetta. En þá spurningin þetta, hvernig getum við hvernig hægt að ala fólk upp og það byrjar í fjölskyldunni, það grunnhugtakið í kínverskri mennsku fjölskyldan. Þetta líka bara yfirleitt til hluta manninu, maður lifir í fjölskyldum, hann lifir í stærri samfélög eins og þorpum og á Íslandi þá var því miður það strjálbýlt að menn bjugguð þvert og í mjög litlum samfélögum og þessar fjölskyldur voru yfirleitt fyrir eitthvað litlar og þurfti að berjast í bökkum til þess að geta að lifa það af. En spurningin þessi, hvernig getum við byggt upp samfélag sem hægt að stýra? Það hægt að stjórna, þannig að menn, ef þið sagt að nú þið að ákveða sjálf í lýðræði, þið líðurinn á að stjórna sem reyndar þetta gríkitöðun og vestarstjórnarformið og stundum færist það yfir það að vera einhvers konar stjórnmáli eða skrumræði frekar en populismi. Já, það er ágætis orð á íslensku, skrumræði held ég. Það ekki endilega að tala í enskunni til að reyna að fela hvað þetta populismi eins og þessi alþýðar sem stjórnar, það ekki alveg þannig. En það einn af lærusunum Konfúsíusar sem vitnaði í þessari bók líka í speki Konfúsíusar, hann segir, sá sem rækir skyldur sína við foreldra og ber virðingu fyrir eldri bræðrum óhlýðnast ógjarnan yfirboðurum sínum og sá sem óhlýðnast gjarnan yfirboðurum sínum, þar sem óhlýðnast ekki yfirboðurum sínum gjarnan, hann aldrei uppreisnargjarn. Þannig að ef börnin eru hlýðin og skilja foreldrana og bera vorkenna foreldrunum fyrir að þurfa að leggja svona mikið á sig til að geta borga fyrir menntun þeirra, koma þeim í góða háskóla og svo framvegis og þá verða þeir góðir þegnar að standa þessu vel í stóru samfélagi, í stóru fjölskyldunni. Þegar í stóru fjölskyldunni og samkvæmt konfúsískri hefðinni, þá stóra fjölskylda henni stjórnað af ríkisleiðtoganum sem raunlega föður ímynd fyrir alla þjóðina. Og til þess að fólk geti verið góðir þegnar, að þá verða að hafa verið góð börn þegar þau voru lítil. Þetta er náttúrulega boðskapur fyrir stöðugt samfélag. Já, þetta að ala börn upp frá blautu barnsbeini að sætta sig við óbreytt ástand. Það þarf ekki að vera vegna að það inn í þessu að læra. Að sætta sig við óbreytt ástand ekki það sama og vera sáttur við það. Að sætta sig við eitthvað því að þú vilt ekki breytingar. Þú vilja breytingar, þessar breytingar eru í eðlunum, þannig að þetta eru andstæðar tilhengar annars vegar að vilja búa í friðsæld, en það þýðir ekki að vilja búa við breytingaleysi. Þessar breytingar án uppreisnar eða persónulegar uppreisnar. Já, breytingar án þess að snúa öllu við, en það er hugtakið byltingu sem við notum á Vesturlöndum og það er umverulega ekki sama hugtakið og Kínverjarnir nota. Orðið sem þið nota, göming, og hefur þýtt sem að missa umboð himinsins náttúrulega dálítið fráleitt, en því að það er engin himin í þessu göming, í þessu kínverska hugtaki, það þýðir að stjórnvöld get ekki lengur stjórnað. Þau hafa ekki lengur, það er ekki lengur örlög þess að stjórna. Það er umverulega beina þín. Vegna mist traust almennings. Já, það er lykillinn. Þannig að traustið er grunnur að stjórnun í Kína, að almenningur treysti stjórnvöldum og stjórnvöld geti treyst almenningi og treysti almenningi. Það er grundvallar hlutur. Hvernig er að koma frelsisbaráttu svartra, frelsisbaráttu kvenna og 20. öld í okkar heimsluta í gegnum þetta, sem að maður á bara að vera hlýðin foreldrum sínum og vera til þess að maður verði hlýðin þegar maður kemur út í samfélagið?
öll þessi dæmi sem þú nefnir eiga sér bakgrunn. Þannig að það byrja á því að berja fólki og þá rísa upp náttúrulega og snýst gegn því. Og það er það sem gerist í Kína eða í óstjórn, það sem er glundróði í ríkinu, að þá rís fólkið upp í uppreisn og markmið uppreisnarinnar er að koma á róðareglu í samfélaginu, ekki að halda áfram að róta í því til að það verður algjörlega rótlaust. Það er að leita aftur til rótana og endurreisa góð og gildi síðgæðis og skilnings og trösts og góðrar hegðunar og góðrar síða, að þetta er markmiðið með því þegar stjórnvöld hafa fallið. Markmiðið er ekki að halda áfram að ráðast á öðrum eða viðhalda glundróða á heimsmælikvarða, það er algjörlega fráleitt. Þannig að ef þú viðheldur glundróða á heimsmælikvarða, að það mun náttúrulega koma í baki á þér vegna þess að þá myndast glundróði hjá þér sjálfum. Þannig að til þess að halda gott heimili, að þá verður auðvitað að hafa góð samskipti við nágrannana og góð samskipti innan samfélagsins alls. Það er eitt af því sem íslenskir og vinstri menn, og þegar ég var ungur og væntanlega þegar þú varst ungur, þegar við vorum mjög róttækir og töldu það að til þess að fá eitthvað réttindi, það er alltaf að berjast fyrir því. Það er ofbeldi til þess að gera fyrir þig. Þetta er ekki hugsun sem er í Kína. Þetta er ekki þeirra hugsun. Þar menn hafa náttúrulega orðið vitnað í hvað Kína hefur þróast hratt og það eru auðvitað verkföll stundum eða uppreist gegn einhverjum ósangjörnum yfirmönnum eða ef fyrirtæki fara á hausinn eða einhverju list, þá ráðast menn þetta er nóg, ég er hættur og fer í verkföll. En það er ekki leyst með ofbeldi og þá kemur lögreglan á staðinn. Og hvað er gert? Þá er bæði sá sem hefur valdið þessum óróa með því að hafa valdið þessari óánægju og hafa verið svona ósangjarn og hafa komið svona illa fram við yfirmenni, að það er hann sem ber höfuðsökina og síðan almenningur, hún kennt að verða að leysa ekki málið svona, heldur að leysa málið með samningum, viðræðum. Þetta lögreglan kemur og handtekur bara alla? Nei, hún handtekur ekki almenningar, hann handtekur þessa sem ber ábyrgð á því og sem er þá viðtóðanir. Og það er ekki þar með sagt að það sé gert mikið við á þeim, bara eru refsað með því að lækka staðir í flokknum er lækkuð, þeir eru reknir í flokknum og ef þeir hafa raunverulega brotið lög eða beitt ofbeldi eða lamið fólk eða drepið, þá er náttúrulega viðkomandi, þá er þeir refsað samkvæmt lögum. En almenningur? Almenningur, hann heldur áfram að vinna vel og þá er honum umbunað fyrir það að vinna vel. Og það er eitt sem ég... En sá sem gerði uppreisnina gegn yfirbóðurunum í verksmiðjunni, segjum það bara, að þú segir að forstjórinn hann er fjarlægur. Ja, það getur vel verið að sá sem hefur haft frumkvæði að því að afhjúpa spillingun og afhjúpa hvað hann er vanhægt, hefur honum umbunað. En ekki fyrir að beita ofbeldi fyrir það er kínverska stjórnkerfi hefur ýmsa aðferðir til að gera það og þeir reyna að gera það sem mest eftir friðsamlegum leiðum. Það er ég hitti einu sinni Ásmund Stefánsson sem var heima hjá síni hans í Lundunum sem þá voru að vinna samningaviðræðum um íslenska kvóta og sanngjarna skiptingu kvóta á Norður-Atlantshafinu og ég var að ræða þetta við hann um það að í Kína hefðu laun hækkað og lífskjör væri að batna án þess að þeir væru að fara í allsherjarverkfall eða hóta ofbeldis á allsherjarverkfallum og þetta væri náttúrulega ekki hægt á vestur, svo veist, í okkar menningu þá erum við alltaf að hóta ofbeldi til þess að fá ríki til að gera eitthvað. Já, en í Kína þá er það þannig að það er bara ef launin, eftir því sem framleiðslan eykst, eftir því sem efnahagurinn heldur að þróast, þá eru laun hækkuð. Ef það er ekki, þá fer allt í stopp. Og þá er náttúrulega myndast glundróðin sem einmitt er markmið
hérna fella. Hann átti mjög erfitt með að skilja þetta sem ég skil alveg óskuð vel. Ég vildi fórsetið að sí. Já, þannig að náttúrulega margir okkar hlustöndum muna það ekki, en kannski eru þeir kannski fleira eldri kynslóðan held ég. En svo sagði við mig að þegar hann reyndar væri það þannig að á Ítalíu og þarna sem það söður Evrópu, þá væri hlutur kirkjunar mjög mikil í að sko einmitt í kjaraviðræðum og slíku og þá væri hérna einmitt kjaraviðræður oft leystar með eða sagt vandamál eins og kjaraviðræður og kjör og aðbúnaður og slíkt að það væri leyst sko með hérna fyrir milligöngu kirkjunar. Hún hefði milligöngu fyrir það en ekki með ofbeldi sem ég finnst náttúrulega alveg til mikilvæg fyrirmyndar Þetta var erindi Leo Páfa síðasta sem að þessi eiginlega vísar svolítið til með að taka upp nafnið hans sem að var einhver svona sátt í samfélaginu án þess að þurfa að vera með þessi átök af því að hann var ekki sósíalisti Leo en hann var með mikla svona sjónamið að samfélagi yrði að lyfta upp hinnum fátæku og verkalýðum og að gæta því að það fengi sinn hlut þannig að þetta þekkt í kaþólskunni. Já, þá spurningin hvort að hún þá ekki sósíalísk þess að þú hefur verið að ræða fast Þú Leo gamli páfinn hann er þverneitað því sko að því að þetta var eiginlega innlegg á móti óróa í samfélaginu sem honum fannst skapast af verkalýðsbaráttu. Það sko vegna þess að vestrænt sósíalismi einmitt hefur þessa kenningu. Þetta kínverskur sósíalismi sem að Leo var með. Já, það miklu nær því. Þannig að leysa vandamálin með sátt og samlyndi. Eitt varðandi þetta með fjölskylduna og maður hefur hlýðið barn til þess að maður sé hlýðin út í samfélaginu. Á Vesturlöndu þá eins og við vorum farið yfir á það hafa orðið svo gríðarlega breytingar að það hafa margar aldir liðið á liðnum árum eins og einhvers orðaði það. Og þá gerist svona spenna að sá sem er að alast upp, hann upplifir það að fjölskyldan sem að sömuleyti er fulltrúi liðins tíma sé fjötrar fyrir mig og við þekkjum marga góðsugur í svona seinni tíma, kannski svona eftir stríðsára sögum. Það sem að fólk brýst út úr fjölskyldu líka þegar fólk er að flytja úr þorpi í borg þá er þess svona hugmyndur að þú þurfur að slíta þig lausan út úr einhverjum höftum til þess að geta blómstrað sem einstaklingur kannski bara, ég veit ekki út af það ekki Billy Elliot sem er svona dæmi það sem að drengur brýst út úr sko námabæ og með aldrei virðingu fyrir sko svona væntum þykju föður síns til hans að þá er svona hugmyndin svo að hann verði eiginlega að losa sig út úr fjölskyldunni og höftunum og gera það sem að hann vill gera til þess að geta blómstrað í borginni þannig að ég veit ekki hvort að fólk vilji heyra þessa speki í konversation. Ég var ekki að segja þetta ef ég held að fólk vildi heyra þetta. Ég er bara að segja að það er svona okkur vandi sko. Þetta er vandi, það er algjörlega, það er alveg klárt og æsti leiðtogi Kínverja á fyrstu árum kínverska alþýðulýðveldisins Mao Zedong að hann náttúrulega tók undir þetta sko að unga fólkið þetta rísa upp í uppreist gegn menningabyltingin sko Vertu óþekkur vertu óþekkur og lendu gamla fólkið og hendu því út og farðu með eskunni og eskan á framtíðinu og svona og það endaði í glundróða og endaði það náttúrulega líka í því að fólk sem vegna þess að það eru fólk hefur þessar tvær hliðar alltaf að það öfundast við einhvern og þá kom það upp á yfirborðinu að þá var hann gagnrýndur fyrir að vera gagnbyltingarsinni og ýmislegt svona í bara samfélagi fór á lífingunum og markmiðið var að brjóta einmitt niður konfúsísman sem er byggður á þessari virðingu fyrir foreldrum og fjölskyldu og það virkaði ekki, Kína er aftur komið á brautinum mikilvægi fjölskyldunar og það er mjög erfitt þegar og það sem þegar Kína er að iðvæðast að þá upphafiðvæðingarinnar fyrir 50 árum að þá var yfirgnæfandi meira hluti Kínverja bjó í sveitum yfirgnæfandi er að tala um 80-90% og núna þá eru
yfirgnæfandi meira hluti komin í borgir og við það gerist hluta til þannig að fjölskyldufaðirinn fór í borgina og fór að vinna fyrir fjölskyldinu og kona varð eftir, en svo þegar barnið var kannski orðið 8 ára eða eitthvað, eða jafnvel fyrir þá fór hún líka að vinna í borginni og oft eru þau þetta saman. Barnið, þegar með einsparsstefnu? Já, þeim tíma, en síðan náttúrulega líka, þetta byrjaði fyrir þannig að það er það börnin og í dag er það börnin. Þannig að, og þá eru eftir gamla fólkið sem kemur í þá gengur börnunum í foreldrastað og kannski ekki í stakk búin til þess, kannski ekki nægilega vel menntað og svo framvegis og alls konar vandamál, hellingur af vandamál sem þeir standa frammi fyrir og að reyna að lesa út af þessu. En það er gífurlegur áróður, eða við getum sagt gífurleg kennsla, því að áróður og kennsla eru þetta sami hlutur en við erum að segja fólki þú ert að gera þetta og ekki gera hitt og 1 + 1 eru 2 en ekki 3 eða eitthvað svo leiðis, þetta er áróður bara. Það er kannski 3 en það við lærum þetta. Trump segir að mentu sé meira og minna áróður vinstrimanna. Já, og það er kannski en vandamáli sem við eigum við að stríða eru held ég einmitt þessi upplaust fjölskyldunar og það er afleiðing af iðnvæðingar, afleiðing af nútímanum og iðnvæðingunni og hluta til líka út af samfélagsmiðlunum þar sem fólk kynnist einhverjum, jafnvel gervigreind betur en sínum eigin foreldurum. Og þetta eru gífurleg vandamál, hvernig að taka á þeim. Og hlýtur að vera sérstaklega í Kína sem að hafa verið gríðarlegi fólksflutningar og þegar svona fólksflutningar eru, þá eins og þú ert að benda, þá getur afinn og amman verið eftir í sveitinni með fulltrúar gamla heimsins og ungu hjónin eru komin í borgina og þorpið þau eru ekki með þorpið með sér. Þau eru bara komin inn í einhverja blokk í úthverfi og þá verður oft til svona sem að sér það stundum svona í samfélagum þar sem miklir svona þjóðflutningar að það verður til í borgunum svona sem að maður búin að gleyma eitthvað svona rosalega kívanis eða rótari eða svona söfnuðir verða til og sumuleyti þá er maður velta fyrir sig að þetta fólk sem að kemur úr sveitin að leita að einhver svona félagslegri heild því að þú getur eiginlega ekki lifað komið úr þorpinu farið inn í borginu og verið bara einstaklingu þar. Þú verður að hafa eitthvað í kringu þig en þú hefur ekki fjölskylduna, þú hefur ekki þorpið og þá leitar að einhverjum heildum þar sem þú getur tilheyrt. Það hlýtur að vera þannig alveg því að 80% sem voru í sveit þegar þú komst til Kína, 80% eru komin í borgina núna. 70 til 80. Eitthvað svoleiðis, þetta er alveg ótrúlega breyting. Ég gera það skömmum mínum að segja, það hefur flokkin. Ég gera það skömmum mínum að segja, það hefur flokkin. Já, flokkurinn hefur, og ég eitt miklu tími að reyna að velta þið fyrir mér, hvernig getur flokkur, hann með félagir komastoflokkur 100 miljón manns og þeir eru allstaðar, í öllum þorpum allstaðar og hvernig geta þeir náð svona miklum árangri, þeir eru ekki leninist við hennar flokk, hann er ekki byggður upp eins og stríðskipulag eða svoleiðis og en óbúðslega mikil áhersla lögð á menntun, að þeir læri, þeir tilengi sér stefnu stjórnvalda til þessum iðnvæðingu og nýjasta er að nýsköpun, að framtíð Kína er fólkið í nýsköpun, það er ekki möguleiki hjá okkur að vera að ræna, það segja ekki, það er mín orð, að segja að það er ekki möguleika fyrir Kínverja að fjármagna sína iðnvæðingu með ránum og grípdeildum með þrælahaldi eins og var á Vesturlöndum upp af iðnvæðingar þar. Þannig að þeir verða að beita nýsköpun og þeir verða að læra af Vesturlöndum og læra það sem þeir eru að gera og fylgja því. Og hvernig gerur það? Þá gerur það bara eins og Konfúsíus var spurður það þegar almenningur hvað er hlutverk stjórnvalda var hann spurði fyrst og hann segir hlutverk stjórnvalda er að tryggja velmegun almennings. Þetta er það sem við erum að gera. En þegar að almenningur býr við góð kjör, þegar að velmegun almennings, þegar það er test, hvað eiga stjórnvald þá að gera? Það er að kenna fólkinu. Og það er það kennsla. Og í nútímanum þá felst það náttúrulega þá í nýsköpun líka. Þannig að þetta er galdurinn bak við það að Kína allt í einu stokkið í fremstu röð í fleiri vísindagreinum á sviði vísinda og nýsköpunar og með nýjungum og sjáum það á rafbílunum og þróun nýrra tækni við rafhlöður og svo framvara. Ég er ekki að fara út í það, það er bara
það er bara algjörlega surrealist að horfa upp á þetta og það er vegna þess að þeir eru að gera þetta. Og hvað, en þetta er nýsköp og það er nám og síðan eru hérna náttúrulega menningarráðuneytið í Kína og menntamálaráðuneytið eru óbúrslega voldagastofnanir og það er miðstýr áherslur í menntun og kennslu og í kvikmyndaframleiðslu og í sjónvarsþáttum og ég hef hort á endalausa þætti með konunum minni hérna einhver svona, ég kalla það sápuóperur en það er náttúrulega ekki eins og bandarísku sápuóperurnar sem voru brotnar upp með sápuauglýsingum og þess vegna kallað sápuóperur en þetta eru hérna fjölskyldu, það er sett alltaf, alveg saman hvort það er stríðsmynd eða hvort það er saga eitthvað sem gerist í borg eða fólk sem á við einhver vandamálastriði eða eitthvað svoleiðis, það skal alltaf vera hérna megin leiðandi þema í myndinni eða undir ómur í myndinni, það er hérna að leysa fjölskyldu vandamál friðsamlega og að hversu mikilvæg fjölskyldan er og að hérna styðja við hana og nú er náttúrulega þannig að einstæðu konur í Kína eru til og þá er auðvitað gerð kvikmynd einstæða konur sem stendur frammi fyrir konur sem er búin að brotna úr sambandi við eitthvað kallmann og það er getur verið vegna einhver persónuleika bress eða vegna ýmis aðstæðna, það getur hafa látist eða getur hafa getur hafa gerst til þess að brjóta upp fjölskylduna og það hætti að elskast og elska kannski eitthvað annan og svona og það byrjaði að tala um þetta í kínverska sjónvarpinu og þá er hún farin að taka þá ákvörðu hún ætla samt að hafa eignarspannið í staðan fyrir að hafa fóstureyðingu þá vill hún samt eignarspannið það er eins og þetta væri kaþólski presturinn sem er komið í heimsókn og útskýra mikilvægi lífsins að það er ekki sagt með þessum orðum en það er mér langar að verða móðir og svona og þá eru bara allir í hérna vinnunni og allir í kringu það og allir vinirnir og allir sem eru sína skilning á því og eru mjög styðjandi í það og hérna einhver sem koma frá þá hverfisstjórninni eða eitthvað svoleiðis og er eitthvað sem vanagar eða eitthvað svoleiðis þannig að það verða að stuðla að því að barnið geti samt fengið eðlilegt uppeldi. Þetta er ekki áður þá liði barnið í stórfjölskyldunni og þá er það flokkur af öllum fyrirbærum sem er allt í einu farin að hafa þarna hlutverkið þetta. Sko það er enginn sem heldur því fram að Kína getur verið fyrirmynd Vesturlanda það hvernig við eigum að gera hlutina. Kínverskur sósíalismi er bara byggður á allt öðrum forsendum en það sem vestrænt sósíalismi verið byggður á. En það er ákveðin grunngildi eða grunnhugmyndir sem við mættum gjarnan taka okkur til fyrirmyndar og það er að leysa vandamál friðsamlega. Ekki líta, getur einhver bent á stríð sem hefur leyst vandamál. Ég hef bara næst er nú farið einhvern ég hefði Trump það var alltaf ræðu yfir herfóringum í gær í fyrradag og hann var að tala til dæmis er ekki betur að vera að tala Indíánastríðið sem stórkostnaða sigur Bandaríkjanna Já, það var leyst út með náttúrulega það bara útrýma frumbygjónum og stela landinu Já, það var þjóðarmorðið það er stolt nú er stjórnvöld stolt að því aftur þeir voru stolt að því fyrir þeir voru að því líka en þetta er fyrirmyndin og þannig að kannski er einfalda lýsingin á því vandamálum sem við stöndum frammi fyrir og ekki bara Bandaríkin heldur okkar eigin samfélag hér á Íslandi og hérna á Evrópu kannski, og okkar samfélag kannski síður í Bandaríkjunum það mjög greinilega vandamál í Bandaríkjunum og í Kína en þar eru þeir að vinna í því að taka á þessu vandamál og leysa það á farsalan hátt fyrir börnin sem þeir eru alveg upp að það er að fjölskyldan eru upplausn það er að fjölskyldumynstrið og okkar samfélagsmynstur að það hefur rústast og það er svo púsluspil sem þú hendir á búin að búa til mynd Þannig er það Kína líka en fjölskyldan eru svo lítil að litla fjölskyldan hún ber ekki allar það skyldur eða það sem að stórfjölskyldan bar Já, þetta eru vandamál það verður bara ómikið álag á axlirnar á pappa og mömmu og litla barninu og þá er hérna verið að hraða uppbyggingu innviða til þess að styðja við fjölskyldun og gera það mögulegt með
með barnabótum og sko, við gerum þetta líka. Við höfum lent í þessum svipuðu vandamálum, lengri fæðingarorlofi og svo náttúrulega í Kína hefur þann styrk að stórfjölskyldan var mjög lifandi. Þetta gerði svo hratt að það breytt yfirvætust að þegar börnin fóru þegar unga fólkið nýbúið eignast börn og svona fer í borgina að vinna, að þá er heima hjá því að það eru eldra fólk sem er kannski ekki svo mjög gamalt, að það er þá að hjálpa því við alla börninu og UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, að hún er í mjög nánu samstarfi við Kína við að taka á þessu vandamáli, það er að segja vandamálum eins og hvað gerur við, hvernig rekur barnaheimili, hvernig getur reynd alið börnin upp í þorpi þar sem allt fólki sem býr þar orðið gamalt og kannski erfitt með gang og svo framvegis. Og þeir hafa ég er Rótari, myndist á Rótari áðan og ég er félagi í Rótari klúbnum í Peking og þá fengum við fulltrúa frá UNICEF til að segja okkur frá því hvernig það væri að vinna með kýfurum og þá sagðu þeir það, já þeir eru með vandamál sem það tekið við okkur og við komum þá inn í sýnisverkefni þar sem við hjálpuðum þeim að reyna að byggja upp þá kennslu samkvæmt nútíma bara kennslufræði aðferðum og að börnin fái þá tilfinningu fyrir læri að hegða sér og kynnast öðrum börnum og sé ekki alltaf einangrum með gamla fólkinu og kennur þeim líka hvernig við gera það og það búið til svona fyrirmyndar þorp gert og svo bara taka þær og gera svona 1000 svona þorp alveg eins að gera þetta svona á stórum skala. Þannig dæmi það að Sameinuðu þjóðirnar, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, eru hjálpa kynverum að taka á þessu vandamáli. Þetta er þeirra svo leið sem þeir telja að eigi að fara, það er að segja að ríkið í heiminum eigi að vinna saman við að leysa úr vandamálum sem þeir lenda í. Og þetta eru svona átök sem við þekkjum alveg að til dæmis að íhaldið í Bandaríkjunum, kristna íhaldið, vill stærri fjölskyldur og minni afskipti ríkisins eins og þeir myndu orða það, á meðan að kannski þeir sem að vilja mæta þessum vanda þar sem að fjölskyldunar eru minni og fleira þess sem að fjölskylda getur ekki axla þessu vilja að þið opinbera búið til einhver svona stuðningsnet til þess að fólk geti lifa sómasamlegu lífi og frjálsu lífi. Já, þetta eru átök. Þetta eru átök. Ég lendi því einu sinni að ég var fulltrúi Íslands í Norðurskautsráðinu, þá fór ég til Alaska nokkra ferðir og þar eru náttúrulega frumbyggjar og í Norðurskautsráðinu þá vinnum við með frumbyggjum og það er það var mikið sjokk fyrir mér reyndar að sjá að það verið að útrýma menningu frumbyggja kerfisbundið í Alaska núna, ekki eins og fyrir 200 árum eða svoleiðis, heldur er þetta gerða núna með því að þeir fá ekki að varðveita sín tungumál og ríkið styður þó engan hátt við það. En það var hópur svona, það er einhver síður að þú tekur stein og lætur hann ganga á milli og svo þegar þú fær stein og segir eitthvað persónulegt og það er allt satt sem þú segir og svo gengur það næsta mann og fólk var að tala þá hver er ég og það lýsti því hvað það væri og ég sagði ég veit nákvæmlega hvaðan ég kem. Ég er afi minn og amma koma frá það er eitt bóndi og eitt kennari og bóndakona og svo er amma mín frá Breiðafjarðareyju og þar sem þeir voru sjómenn og síðan er ég komin að þessum pressætum í móðurætt og það var ekkert annað það að þessu næsta manneskja sem tók, hún fór að gráta og hún fór að reyna að lýsa sínu upprifun vegna þess að þeir vita almennilega ekki, þið geta mestalagi talið svona 2 ætliði aftur og ég sagði að þegar ég kem heim að þá er ég búin að fara út allan heim og ég er búin að kynnast ýmsu öðru en þetta eru rætur, þannig ég veit nákvæmlega hvað mínar rætur eru og í hverju eru fólknar og þeir voru að tala sínu, þetta var allt saman þetta voru einhverjir fólk aðflutt frá Washington eða einhvers staðar í Bandaríkjunum og þau voru með ekki miklu samskipti við foreldrana og vissi ekki afa sinn og ömmu. Þetta er allt upplaust. Eins og í Bandaríkjunum svolítið. Já, kannski er það þess vegna, kannski er vandamáli ekki Trump. Kannski er það bara bandaríska fjölskylda. Það sem við kallar hreyfanlegur vinnumarkaður, að fólk flytur bara þvert yfir landið og ég meina systkinahópar dreifðir út allt
Og þess vegna kannski Thanksgiving svona stórt atrið í sögunum þeirra og mikil þjáning fyrir marga að koma og hitta fjölskyldu sem eru ekkert að rekta. Og það svo sterkt að svo ég segi þakkaði fyrir að vera súmera það sem ég að segja. það er svo sterkt að Konfúsíus var einu sinni spurði hvort að það var einhvern sem sagði honum að hann sagði að í sinni heimasveit væri heiðarlegur maður, hann hefði kært föður sinn fyrir sauðaþjófnað. Og Konfúsíus þagði við og sagði í minni heimasveit þá er þetta öðruvísi að ef faðir einhvers gerir sekan á sauðaþjófnað þá reynir sonur hans að hilma yfir fyrir föður sinn og því að ef sambandið á milli innan fjölskyldunar riðlast þá riðlast samfélagið. Þetta myndu Ítalar segja blóð er þykkara en vatn. Já. Þannig að maður fyrst skildur við fjölskylduna. Mér langar aðeins að því að við erum að reyna að átta okkur á svona hvernig Kína virkar. Að við erum að tala um svo miklu breytingar. Þú ert að tala um svona áróðus maskínu í menntamálaráðuneytið sem býr til svona sápur sem eiginlega búa til svona sögur sem að hjálpa fólki við að skilja samfélagsbreytingarnar og stöðu sína í þeim. Það er svona kerfisbundið verið að gera það. Það sem ég verið með þetta svona miðstýrt og skipulagt því að sumuleyti við færum kannski aftur 50-60 ár á Vesturlöndum og þegar voru svona miklir fólksflutningar úr sveitum inn í borgir að þá til dæmis að því að ég er blaðamaður að það blöðin stækkuðu og eruðu svo mikilvæg á þessum tíma að því að þegar þú kemur í borgina að þá er eiginlega sniðugt fyrir að kaupa svona stóra blaðið í viðkomandi borg og það er eiginlega leiðavísir það svona hvað er í boði í borginni, hvað er að frétta í heiminum, hvernig afstöðu við tökum til hinn á þessa, þetta er eiginlega svona leiðarvísir borg og maður getur séð þetta það sem er ennþá miklu fólksflutningar eins og í Indlandi og svona að þar lifðu blöðin ennþá mjög sterk af því að þú þarft á einhverju svona halda þegar þú kemur inn í borgina að svona vita hvernig lítur nýji heimurinn út og það sem ég er að spyrja það sem ég er að vitna til á Vesturlöndum og í Indlandi og svona er þetta kannski svona bara ég segi ekki tilviljunarkennd að þetta verður til út af einhverju þörf svona inn í menningunni en er það í Kína þetta er svona skipulagt bara það er bara einhverjir mennana í Peking sem að segja nú þurfum við að búa til þátt einstæða móður af því að nú þurfum við að búa til skapa rými til þess að hún geti eignast barnið sitt og þurfum að kenna öllu fólkinu að taka vel á mótinni en ekki að ýta henni til hliðar í fjölskyldunni og er þetta bara byggt á Konfúsíusi að svona eigi ríkið að vera eins og risastór landsföður að tala nýjan söguþráð inn í hausinn á fólki sem er að lifa mikla samfélagsbreytingar? Það fer alveg eftir hvernig þú lýsir þessu, hvað þið finnst þetta en Kína er náttúrulega ekki risastórt ríki í ákveðnum skilningi þá er þetta allt saman einstaklingar og það er bara mikil fjöldi á fólki og það eru margar félagslegar einingar og mörg byggðarlög og mörg samfélög. Þessi ríki gerir það er að það setur svona helstu línuðnar og áherslunar á grundvelli þess sem er að gerast í samfélaginu og það eru þá sérfræðingar sem eru að fylgjast með þessu. Þetta er rauninni eins og ég er kennaramenntaður og hef verið kennari þegar ég var yngri að þá náttúrulega kynntist ég því við vorum með skólarannsóknardeild og svo vorum með í hverjum skóla, stærri skólum að þá eru fólk sem er að vinna að námsefni og þess að og áherslan er allar settar það eru ekki mjög ólíka frá því sem kemur að setja sjálfur og það er gert með svipuðum hætti það er sem einhver menntamálaráðherra sem var ég man eftir menntamálaráðherra Birgir Ísleifsson var að tala að við ættum að kenna fólki meira Íslandssöguna og svo framvegis en þá er aftur spurningin hver er Íslandssagan og hvað gerðist þá fórum menn að rífast það náttúrulega en hugmyndin það að það sé áherslur og fjölskyldan er grundvöllur í maður Fransson fór inn sinna með stóðasti í kostingabaráttu þar sem þeir höfðu bara eitt kjörorð það var Halldór Ásgrímsson þegar hann var formaður að þá var það bara fjölskyldan í rúmi líklega og það var bara keyrt á því og það er eins og það
vígorð bara alltaf í efsta sæti í Kína, þannig að það að setja línunar. En framkvæmdin og hvernig þetta gert, að fólkið á grasróðinu og almenningur, að það ekki bara gera sitt besta við að reyna að framfylgja þessu. Það er ekki að skipa, nú gerið þetta verkefni og svo framvegir, en það bara meðvitað það, hverjar áherslunar eru, það skilur það líka hvers vegna, þannig að það hefur stúdirað hvers vegna, það eru þessar áherslur, og þá leggur það svo fram að gera það veruleika, og það þetta nýsköpun er sterkasta dæmið það. Hvernig getur stuðlað að nýsköpun? Það með að segja, hérna styðja einhverja konur á Egilsstöðum við að hekla eða búa til minjagripi eða eitthvað svoleiðis? Já, kannski, en það miklu stærra. Það að tileinka sér þann hugsunarhátt að þú þurfir ekki að gera hlutin alltaf eins og þú hingað til verið að gera það eitthvað nýjan hátt. Og rauninni hefur Ísland mjög sterka nýsköpunar kraft. Það er að segja, það eitthvað í þjóðinni, og þó að það skilir sig í gegnum ræðurnar hjá ráðherrunum endilega, að þá er þetta land sem í sköpun, og við fengum eldgos einhvers staðar, og þá fer allt í gang við að finna nýja leiðir við að bregðast við því eldgosi og koma í veg fyrir og minnka skaðan af því. Þetta er nýsköpun. Og líka í hugbúnaðargeiranum eða í notkun í sjávarútvegsgeiranum, þróunýra fiskveiðitækni og svo framvegis. Við erum dálítið duglegir í þessu. Við snúum fram, mætti segja. Við höfum til þess ekki eins og margar þjóðir svona hugmyndum good old times. Þess Make America Great Again myndi ekki virka á Íslandi, af því það vill ekki fara aftur til 1960. Við höfum svona hugmyndum að framtíðin sé betri heldur en fortíðin. Já, og þetta reyndar segja, við erum að tala Konfúsíus, en í rauninni er ekki að læra Konfúsíus nema að þú setjir það í nútíma samhengi, og setjum til dæmis núna í nútíma samhengi. Hvað er stóra vandamálið í íslensku hagkerfi? Það er líklega gjaldmiðla krónan. Hvað er að gera? Og þá eigum við, þá gerur það, þá er íslenska aðferðinni raun og veru. Ég hef ekki orðið bara við að stjórnmála mennirnir hafi stjórnmálastjættin hafi raunverulega átt að segja á þessu. Við höfum ekki að vera að leysa það með því að horfa aftur í tíman í bakspegilin. Það þýðir ekki að vera að horfa á hvernig íslenska króna var þegar var bara eftirmynd af einni krónu, ein króna dönsk króna og ein króna íslensk króna, eða frá því tíma þegar pundið var aðalgjaldmiðli í heiminu fyrir bara rétt í byrju síðustu aldar, eða fram á miðju síðustu ald, eða þegar dollarinn var, ég fann að segja var, helsti gjaldmiðli í heimi, vegna hann er komin undir 40%, undir 70%, undir 50%, undir helming af öllum viðskiptum ef við tökum með alla þættina og líka á landamærastöðum og slíku. Og það er að koma upp þessi rafrænar myntir. Ég er ekki að tala um þessar rafrænar myntir sem er byggðar á einhverju svokallu námugrefti þegar þú setur einhvern hugbúnað í gang og eyðir mikið orku og gerir einhver ósýnilegan uppruna. Heldur það rafrænar myntir gefnar út af gjaldmiðla eða seðlabönkum í Evrópu og annars staðar, þeir allstað verið að vinna þessu, og þá er rekjanleiki og þá er framtíðin líklega í því. Það er að segja að við ættum að velta því fyrir hvernig tengjum við okkar gjaldmiðl sem verður að vinna það á Íslandi við það sem verður að gerast í rafrænum myndum. Erum að gera þetta? Ég sé það ekki, en það er íslenska leiðin að gera það svona. Það er ekki að tala um að við verðum þá bara að taka upp evruna. Evran var mjög sterk. Ég segi aftur bara vegna þess að hún að styrkleikinn að minnka. Og fyrirsjáanlegt að muni minnka enn frekar. Sér hlutur að heimsviðskiptum og svo framvegis. Þannig að svarið er ekki í fortíðinni, svarið er í framtíðinni. Herðu, hvað eru við komið langt í Konfúsíusi? Það hefur verið komin í nútíma. Það er eitt af stóru vandamálum. Ég er í stjórn alþjóðasamtöku Konfúsíusar sinna og er stóra vandamálið í því er hvernig að útskýra fyrir heiminum að Kínverjar hugsi svolítið öðru vegna þess að því sem er konfúsíska hugsun. Og þá það verður fundur núna í lok þessa mánaðar austar í Suður Kína, þar sem ég sitt í stjórnaráði samtakana,
og ég þurfti að fá 3 mínútur, 3 eða 5 mínútur til að lýsa því. Og þá lýsi ég sem dæmi hvernig við getum reynt að útskýra þetta fyrir Vesturlandabúum, að það að tala kannski ekki nota mikið af þessum gömlu hugtökum eða Konfúsíus sagði eða eitthvað svoleiðis, heldur að setja þetta í nútíma samhengi. Eins og þá nefni ég dæmi það að ég hef komið hér í hérna lilla sjónvarpsstöð í hérna á Íslandi þar sem menn að velta ýmsum málum fyrir sér. Þar sem ég einmitt að tala um Kína nútíma sem eiginlega grænt og viðskiptavænt Kína. Vill verða allavega? Já, það orðið það grænt og viðskiptavænt og heimsvænt. Þannig að þeir hafa tekið að sér að svona einfaldar neysluvörur sem þeir þurfa að framleiða fyrir sjálfa sig og geta framleitt mjög hætti að þeir eru að framleiða fyrir allan heiminn. Það ekki heimsvæðing, þá veit ég ekki hvað. Síðan eru þeir að vinna með öllu, þar á meðal Íslandi. Man sér þetta til dæmis í Afríku að það eru bara allar vörurnar eru kínverskar kannski, það eru orðnar indónesískar núna eða frá Bangladesh, ég veit það ekki. Heimsvæðing. En hérna, það sko eitt sem að rugla mig svolítið. Annars vegar segiru að við getum aldrei tekið upp kínverskan sósíalisma vegna þess að hann byggir á Konfúsíus og fleira sem bara kínversk menning sem þá okkur einhver leyti framandi og við getum ekki orðið okkur töm. En á hinbóginn þetta segja að þetta sé bara almenn skynsemi byggð á því hvernig maðurinn og að við getum raunverulega fundið eins og við erum búin að svolítið vera að leika okkur að reyna að fundi skyldleika við vestræna hugsun. Þannig ég þarf eiginlega að biðja þig ákveða, Konfúsíus, það sérkynvisturbrigði eða það bara almennt common sense? Þetta dæmigerð vestra spurning. Ertu með eða ertu á móti? Ég skal svara kynvist svar fyrir þig. Já og nei. Já, það nákvæmlega þannig. Það sem allt hefur mismunandi hliðar með, og allt í þróun og breytingu. Þetta bara hugsunáttur sem raunlega nútíma maðurinn hefur að verulegu leyti tileinka sér. Svo það ekki bara kynveri, heldur þetta svona orðin, þetta bara hugsunáttur vísindana og upplýsingarinnar. En við erum samt dálítið fastir í því að vilja samt alltaf fá já eða nei svar, sérstaklega fyrir kosningar, þar sem við stillum einhverju stjórnmálamönnum fyrir framan myndavél og spyrjum já eða nei, við erum á móti hvalveiðum eða með þeim og það mátt ekki segja á mitt á milli, við vorum bara að vera alveg niðurnjörvaður og þá stillum við vegg og neyðum þá til að það sé að framfylgja já en þú sagðir og ég tek tilvitnun og eitthvað sem þau sögðu, eitthvað vitlaus sem þau sögðu og þá verið að láta á bera ábyrgð á því. Það verður að allar siðmenningar í heiminum eru blandaðar. Verða til fyrir samruna mismunandi siðmenninga, allar, frá upphafi tíma og okkar sögulegu tímar, þegar ég segi upphafi tíma á ég náttúrulega við sögulega tíma, og hvað eru þeir? 2000 ár, 4000 ár? Eða það kannski bara frá því að Íslendingar eru læsir sem var það með landnámu eða var það með Íslendingarsögunum. Það var allavega ekki Biblían sem var fyrsta bókin sem við lærðum á og þá voru þessar menningar heima þá þegar til íslenska menningin þegar hún verður til og landnáma skrifuð og þegar norræni menn taka sér að endurskoðan og ritskoða landnáma með það fyrir augum að útskýra við séum að norrænum bergi brotnir og minnast rétt á keltana í svona bakspeglinum þannig að við vitum að þeir eru þar ef við leitum og svona en svo kemur einhverja genetíska rannsóknur og sína okkur að helmingurinn að meirhluta af íslenska kvenna hefur þennan uppruna þannig að okkar menning að sjálfsögðu líka samruna menning algjörlega samruna menning og Íslendinga þannig að þessu leiti já, kínverskur sósíalismi já, en í rauninni sósíalismi svo hugsun að mannkynið að vinna saman og að leysa vandamálu sín saman friðsamlega og standa náttúrulega fyrir sín rétti og það allt saman er ekki að segja menn ekki að gera það en að gera það, koma sér saman það að finna lausnir sem menn getur verið kannski ekki sáttir við að minnst okkur lifað með í sátt og samlindi. Þetta auðvitað markmið ekki að framleiða betri vopn til þess að drepa fleiri menn og skapa meiri usla. Hvernig sköpunum þetta mennum það í hug? Þeir framleiða nú slatt af vopnum kínverjarnir.
Já, það gera þeir vegna þess að þeir lifi í heimi þar sem ef þeir gera það ekki þá voru ráðist á það og þeim verður sundrað. Þannig að þetta er svo það er svo hvað sem nú voru þeir að laða öllu sem taka þetta alltaf grót og steipa upp úr og hlaðaði upp í óklífanlega veggi á norður landamærum Kína. Þetta er það sama, það er að segja að gera Kína óvinnandi vígi þannig að menn leggja ekki í það. Þannig að alveg sama þó að sé einhverju draumar um það að splundra Kína upp í minni einingar að það gerist ekki, mun ekki gerast á okkar tíma, en ég held að í framtíðina þá munum við sjá þjóðríki sem slíkt breytast og fólki sem er á hverjum stað það náttúrulega lifir og býr á hverjum stað og tekur ákvarðanum sín eigin nærumhverfi og sérfræðingar sem það hafa alist upp úr þessu umhverfi, taka það ákvarðanir alþjóðaumhverfið. Við erum að horfa á samsetning íslensku þjóðarinnar í dag. Ég geti hvað er frá því að þegar ég var unglingur að þá voru bara engir útlendingar á Íslandi, bara ekki. Nokkrir svona Danir, svona eftirlögukindur. Já, ég var alveg þýska konur sem kom eftir stríð og það er svona voru, og maður svona þekkti þær með nafni kannski. Þetta og Palestínu-Arabi sem vann með pappa að þvo glugga Ali svona í kringum 1970 með það merkilegt. Já, ég hitti þegar ég var í öskunni sem unglingur og þá kom einn náungi frá Írak eða var Íran, ég man ekki einu sinni hvort það var það og það fannst mér alveg stórmerkilegt og ég veit ekki hvað varðum hann eða hvernig hann kom hingað. En í þegar Ísland var byggt, við vitum við höfum allavega þjóðsögur það eða allavega ritaðar sögur það að Ísland hafi byggst á svona hálfur öld, 60 árum og þá var stofnað Alþingi og þá var en ef við förum aftur í tíman og sjáum hvernig Ísland var fyrir 50 árum þegar það voru náttúrulega engir útlendingar og horfum á það hvernig það núna að þetta er kannski bara upphafið af Íslendingasögunni eða að Íslendingar sem fjölþjóðleg menningarsamfélag. Eftir 50 ári viðbót þá verða þá er það skemmtilegt að velta því fyrir sig hvort að íslenska verði ennþá ríkjandi mál eða hvort að við töljum það allir í að tala þá með einhvers konar eða Alþingi ætla að fara að halda ræður að þá verðum með sjálfverka þýðingu. Google Translate, Já, eitthvað þannig. Verður það svoleiðis eða menn íslenska lifa áfram vegna þess að kannski getur maður sett svona staut hálsinn að komi út það tungumál sem maður óskar eftir? Allavega verður ekki eins og það núna og íslenskunni auðvitað heldur frá hann breytast en og ég heyri eftir að hafa lengi í burtu þá heyri ég framburðar breytingar á íslenskunni en svo mannkennið svolítið skrítið því leiti að það vill hafa sérafstöðu, það vill vera sérkenni eigið, ég Íslendingur og erlendir ríkisborgarar sem hafa festi rætur hér og eru byrjað að fara að tala íslensku sem þeir eru stoltir að borða hákarl og smakka brennivín og þeir eru stoltir af íslensku jöklurum og þeir gera sitt besta að reyna þetta tungumál sem við tölum og kannski verður íslenskan áfram til og vegna þess að fólk vill gjarnan skapa sérstöð með að tala öðruvísi tungumál og geta sagt hlutin eitthvað öðruvísi ég veit ekki hvað mörg orð sem við höfum yfir hesta og snjó það er eitthvað 20 á hvoru það er við svo frumbyggjar í mörgum ekki í Afríku en kannski á norðurslóðum að þeir hafa svona mörg orði verið það trunda, byggja, hestur, fákur og svo framvegis. Við hefum færri orði yfir það sem er tilheyra okkar nútíma lífi og þess vegna verður íslenskan ensku skotin. Já, meðal annars þess vegna. Þess vegna eru við að En þú nefndir hann að Íslandi á landnámsöld að þar verður að mörgu leyti keltnesk menning tekur á sig tungumál, norrænt tungumál og við erum öðruvísi menning hér heldur en var í Noregi á þessum tíma út af þessari blöndun sem var hér og þess vegna eru til sögurnar og fornaldarsögur Norðurlandan eru til hér en ekki þar. Já og þess vegna eru við kannski svona eins og við erum í dag. Já. Þess vegna eru við kannski með fjölskipa stjórnvald en ekki með eitt stjórnvald það sem ráðherrarnir eru fulltrúar forsætisráðherra eða forsetans og svo framvegis kannski er þess vegna. Góða veldið ennþá. Já, kannski. Herðu,
Ragnar, nú hérna setjum við komu í umfjöllun okkar Kína, ég vona að ég fáið hingað aftur og þá finnum við kannski svona annan svona upphafspunkt, þetta samtölun okkar hafa svolítið verið það, við byrjum á okkur upphafspunkti en svo erum við bara að tala holt og bolt Kína sem ég tel vera mjög mikilvægt af því að svona hugmyndir okkar Kína hérna á Vesturlöndum og hvernig það svona sagt frá því í fréttum og öðru slíku eru svona stundum hálfhólar og Kína skiptir alltaf meira máli í heiminum. Það að vaksa. Já, við verðum allavega að halda áfram að ræða. Já, kæra þakkir Ragnar. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum lifum í anda Tao og Confuciusar, við erum alltaf að reyna að skilja heim sem við vitum að breytist jafnóðum og við fáum eitthvað skilning. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.